Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Hæ, þetta gervigreindin hér. Sandgerðingurinn Björgvin Guðjónsson yfirmaður gervigreindar og listrænn stjórnandi hjá danska fyrirtækinu Snild. Fyrirtæki Björgvins og danskra félaga hans aðstoðar við að innleiða gervigreind hjá fyrirtækjum víða heim. Sérsvið Björgvins ýmis grafísk vinnsla með gervigreind, bæði í hljóði og mynd. Snild stefnir nú með þjónustu sína til Íslands og því var Björgvin sendur í Víking til landsins bláa. Ég var áhuga maður gervigreind en orðinn hálfgerður sérfræðingur á svona sömu sviði allavega þegar kemur maður að svona creative hlutanum, myndir og vídeo og hljóð og það til götunum. Segðu maður frá þér, þú fórst til Danmerkur fyrir nokkrum árum og þetta hefur verið eitthvað að þróast hjá þér síðan þú fórst þangað út. Já, þetta var löngu seinna sko. Ég náttúrulega hef unnið í auglýsingageiranum í yfir 25 ár og bæði á Íslandi og í Danmörku og við fluttum út þegar kona mín fór að læra og svo höfum við svona 2007, rétt fyrir hrun og þannig að ég hef bara verið síðan og mjög ánægður og á 3 drengi sem að pluma sig vel og síðan fyrir einhverjum 3 árum þá kemur þetta svona fyrst að ég var að vinna með forriturum og svona lærði að komast aðeins inn í gervigreindinni gegnum þá og bara og undan öllum öðrum þetta var ekkert þekkt og byrjaði bara feikt í þessu og mér fannst þetta svo athyglisvert og skemmtilegt. Já, það má segja, þú ert búin að vera feikt í þessu svona frá upphafi. Já. Frá því að hún kemur svona, kannski svona fyrst fyrir stjónir almennings. Já, þetta springur alveg kessarlega með ChatGPT sko. Og en ef þú hittir alvöru gervigreindar mannesku þá þeir búin að vera í þessu í 20 ára sko. En fyrir svona sjónum almennings þetta ekkert komið fyrir svona 2 árum síðan. Og meiri segja ekki í dag. Þetta svona læðir sér inn í forritinu okkar og inn í Microsoft og Copilot og allt þetta sem fólk notar inn í símaðinn og fólk virðist ekkert vera að opna augun eins mikið og ég gerði á sínum tíma því fyrir mér var þetta bara ný heimsýn bara ég gerði mig bara grein fyrir því að mitt starf aldrei eins aftur. Fyrir marga kannski ChatGPT, svona það gervigreindin og svo upplifun sem fólk hefur af henni, en hún miklu meira. Já, þetta náttúrulega tungumálamódel sko og svo ljósmyndamódel eða vídeómódel til líka og svo vinnur þetta allt saman, þetta þessu kallað multimodal tæki sem skilur, þú getur spjalla við það og þú getur tekið upp símann og bara sýnt inn í kring og við getum bara talað hvað við sjáum hér, hvaða myndavél við erum að nota í þetta viðtal og hvaða mikrofónar í gangi. Þetta fangar gervigreindin bara 1, 2, 3 og svo getum við leyst ýmis vandamál eða að gera við bílinn eða eitthvað, þá getum við bara kveikt á myndavélina í símanum og byrja að spjalla hvað í gangi hér og svona. Þannig að það ýmsir notkunarmöguleikar sem fólk ekki búin að fatta ennþá. Þú og danskir félagar þínir, þeir stofnuðu fyrirtæki með íslenska nafninu Snild. Já, gerðum það fyrir svona 7-8 mánuðum ákveðum bara að fara í þetta saman og byrjuðum að spjalla að finna nafn og það var einn Daninn sem kom og segi hvað með Snild og það á dönsku þýðir það gott handverk eða eitthvað svona sem er vel gert og ég náttúrulega strax þetta bara Snild því að ég nota þetta orð mjög mikið og mér finnst gervigreind vera Snild og þannig að við fórum bara í upprunnan og okkar sameiginlega gammal norsk tungumál og íslenska náttúrulega, það Snild með 2 L og D og
það passaði bara mjög vel og laus öll lén og allt það með DK og AI og fólk mjög hrifið af þessu nafni í Danmörku líka og ræður þetta mjög mikið. Hvað þið að gera hjá Snilld? Við hjálpum fyrirtækjum að nota gervigreind og leysa svona leiðindaverkefni sem eru oft í fyrirtækjum sem að það er svona endurtekin verkefni sem hægt að svona sjálf hvað sem automate á ensku en ég blanda öllu núna saman dönsku, íslensku, enskunni sko en allt frá sko framleiðslu fyrirtækin sem að búa til bora fyrir CNC-vélar og hreins upp í gagnagrunnum hjá þeim þannig að það er ekki bara einn maður í fyrirtækinu sem getur fundið tæknitekningar og svara spurningum frá kunnum heldur eru allir í fyrirtækinu núna klári í það með okkar lausn að finna fram þau gögn sem vantar og það er svona blanda af forritun og gervigreind því að gervigreind er ekki lausn á öllum vandamálum skilur við en það er hægt að hraða málum mjög mikið og í markaðssetningu líka þannig liggur vel við hjá mér að því ég er búinn að vinna í markaðsmálum öll þessi ár og þekki það inn og út og það er hægt að sjálfkrafa ansi mikið eins og fyrirtæki sem er með námskeið alveg 20 námskeið í hverjum mánuði og kíkja í database á þeim þegar vantar fólk í pláss á námskeiðin og gerum við það með gervigreind að hér vantar 5 manneskjur eða 10 manneskjur og nú þurfum við að gera eitthvað í því og þá búum við til sjálfkrafa með gervigreind SoMe-post og fréttabréfs texta og svo sendum við það sjálfkrafa með e-mail til markaðsdeildarinnar og hún sér, já í dag þurfum við að taka action á þessum 3-4 kúrsum og textin klár. Þannig að það er bara svona lítill hluti og svo erum við að forrita sjálfur okkar einlausnir og halda fyrirlestra og námskeið og ég var með fyrirlestur í gær í Reykjavík og er að fara að halda námskeið á morgun fyrir auglýsingastofu. Þannig að þetta er svona margir ángar út í hitt og þetta. Þú varst búinn að segja mér áður að jafnvel vöru þróun, þau geta látið gervigreindina þróa einhverja vöru og umbúðirnar og markaðssetninguna bara og allan pakka. Já, við leistum verkefni fyrir fyrirtæki í Danmörku sem heitir Premier Ís og við fórum í að brainstorma með gögnum frá þeim og gervigreind svona hugsanlegar bragðtegundir sem að getur kveikt í dönsku þjóðinni sko og fundum fram og testum fram á einhverja bragðtegund og síðan tókum við þá og fundum nafn á ísnum sem var svo AI Scream og öskrar á AI sko og umbúðhönnun var líka þannig sko það var bara skellt inn í vélina, fullt af hugmyndum og þróað svona mjög hröðu brainstorm phase alveg fullt af hugmyndum. Síðan svo fínpúðis að það bara skilur við bæði með grafískri hönnun og við náttúrulega þetta var ekki bara beint úr vélinni eða þannig að mannlega höndin er alltaf til staðar til að gera þetta ennþá til að gera þetta betur sko. Og svo hönnuðum við tól til að svona fanga markhópinn þar sem að fólk gat teikna sinn eigin ís bara í stykk bara svona Óla Prygg stemmingin sko og lita og svo smá textalýsingu og þá færðu bara flotta 3D Disney ís sem þú gast tekið þátt í keppni á félagsmiðlunum. Þannig að þetta var alveg heljarna herferð þarna í Danmörku sko. Við sem erum að vinna á fjölmiðlunum, við höfum kannski bæði áhyggjur af gervigreindinni en svo hún líka tól sem getur hjálpað okkur. Já. Og hjá ykkar fyrirtæki þá eru það að nota gervigreindina í að skrifa fyrir ykkur fréttir. Já, við erum búin að sleppa gervigreindina lausri á heimasíðunni hjá okkur og líka á félagsmiðlunum. Þar erum við búin að byggja sjálfkrafa vél sem að finnur
heimildir, svona 4, 5 eða meira, svona 8 mismunandi heimildir sem kíkir í og sér hvað er verið að skrifa á enskum fjölmiðlum í heiminum varðandi gervigreind og hvað er áhugavert þar. Við tökum það inn og erum búin að búa til gervigreindar markhóp sem er okkar markhópur sem kíkir á fréttirnar og segir þetta getur verið áhugavert frá mig, ég gef þessu þetta mörg, þetta háa einkunn frá 0 til 100 og ef þetta nær yfir 70 þá fer hún áfram í systemið og við leitum að enn frekara heimildum í gegnum Google og síðan erum við með aðstoðarmann, frétta aðstoðarmann sem skrifa greinina eftir kúnstaranreglum sem við höfum sett og ákveðnum skrifstíl sem hann fer eftir og dönskum málfræðireglum, þetta er á dönsku og við höfum verið svolítið að vera þessi norrænu mál fyrst og svona skapa okkur svona sérhæfingu það að reyna að svona að fá tungumálinn til að haga sér og sem er frekar erfitt. En þessi aðstoðarmaður, er hann mennskur eða er hann gervigreind? Þetta er gervigreind alls saman og það bara síðan er þessi grein tilbúin og þá er hún lesin aftur af markhópnum okkar og síðan er þessi postað bara sjálfkrafa því við erum líka búin að hanna vefhönnuðar aðstoðarmenn sem við getum postað inn á heimasíðun okkar og þar erum við búin að tengja við þjónustu sem er ekki gervigreind en það er bara svona sjálfvirkni og þá postar hún líka á félagsmiðlana að þessi komin grein og við hefum ekki snert neitt og þetta skelltum við í gang sér svona ákveðni tilraun á heimasíðun okkar og líka myndir, við erum búin að fá gervigreind til að búa til myndir fyrir fréttirnar og það hefur þróast ansi vel sko því að við erum búin að skipta myndamódel sem býr til myndirnar og er mun betra heldur en hann var og við sjáum alveg þróunina og hvernig þetta virkar. Nú erum bara að fanga markhópinn sem les vonandi þessar fréttir og fá þá til að panta verkefni okkur og þá er takmarkinu náð hjá okkur þá. Þið hjá Snild, þið eru svona lítið krútlegt danskt fyrirtæki en eruð að vinna út fyrir landamæri Danmerkur og kannski svona bara á öllu internetinu. Já, við vinnum mjög mikið online og eins og höfum við þannig sé fastan samanstað og köllum okkur bara digital nomads því leitum til að við erum bara mjög flexible í því að sitja hjá kundum okkar eða bara online og vera mjög mikið af fundum online sem við erum að halda. Þannig að nei, það er ekki landamæri sem stoppa okkur í þessu. Og eins og þú sagðir, þú ert náttúrulega með Íslandstenginguna og varst að starfa hérna í auglýsinga- og markaðsgeiranum hérna áður fer út og þú ert kannski núna að láta vita því hvað Snild getur gert fyrir Ísland. Já, ég var bara að fara að heimsækja fjölskylduna og ákvað bara að minnast á það svona að ef einhver hefur áhuga að ræða mál. Ég geti hugsanlega kennt einhverjum að þeir kennt mér því það er alveg hörku gróska á Íslandi líka í gervigreindinni og já, ég er búinn að endurvekja gömul tengsl og hafa mjög gaman af og fá gagn af í báðar áttir og byrjað að vinna með nokkrum fyrirtækjum í því. Er ekki Íslendingar bara móttækilegir fyrir þessum tækni nýjungum öllum? Jú, ég myndi segja það. Það hafa alltaf verið og alltaf verið svona framalega í tækni nýjungum sko. Jú. En þetta er svolítið scary ef maður segir, þannig að fólk þarf svona að hugsa sig og þetta tekur langan tíma að fólk svona skilji möguleikana í þessu og hvað er að koma, því að þetta er bara byrjunin sko. Það kannski hjálpar okkur Íslendingunum að hér eru stuttar boðleiðir og við kannski erum þá fljótari að tileinka einhver svona nýjungar. Já, hvað það veit ég ekki sko, en við höfum alltaf verið mjög forvitin og framalega í tækni hlutum og ekki hrætt við að pröfa hlutina og nýta okkur á besta máta sko. Já. Það sem þú lærðir í gær
í gervigreindinni, hvenær verður það úrelt? Þetta náttúrulega hröð þróun. Bara í næstu viku held ég, mikið af því sko. Þannig að, já, það mjög, eins og ég að halda fyrirlestra og svona hvað að gerast í AI í dag. Ég þarf ansi ofta að updata þau slide sem ég að kynna og eða þá að segja bara þetta outdated í dag, þetta passar ekki, þetta ekki það sem að gerast best núna eða leysi best málin. Þannig að hverjum degi koma einhverjar nýjar lausnir sem eru alveg bara í mínum heimi alveg mjög spennandi. Er þetta ekki eitthvað sem að ungdómurinn þarf kannski svolítið að mennta sig í dag, bara upp á það, við getum orðið svolítið fljótt bara úrelt og við þurfum að fylgja tækninni? Jú, það þarf að byrja að vinna svolítið öðru sig og það þarf að vera mjög gagnrýn hugsun í gangi og ekki taka hlutina bara eins og þeir eru og þetta leysir ekki öll vandamál fyrir okkur og virkilega hugsa hlutina og hvernig við orðum og hvað erum að fá frá gervigreindinni og þetta sé rétt og það þarf að vinna svolítið öðru sig en við höfum verið að gera. Man nánast horfir á interneti og getur ekki trúað neinu nema maður sjáu það með sínum eigin augum í dag, því miður. Svona þetta bara og það hefur verið í þróun burtséð frá gervigreind í mörg ár sko. Þannig að fólk þarf að vera mjög gagnrýn og kynna sér málin og tékka hvaðan fréttirnar koma og kannski tékka á mörgum stöðum ef það virkilega hefur áhuga á því. Yes. En hvernig sérðu framtíðina hjá þér? Þú flytur út, segirðu 2007, í blússandi góðærið og svo náttúrulega fer allt í vaskinn. Já. Það þarf bara að vera áfram í Danmörku og það kannski skiptir einhver máli hvar menn setja sig niður þegar þeir eru að vinna í gegnum netið og með netið. Nei, það skiptir einhver máli sko. En auðvitað saknar maður margar hluta hérna á Íslandi og náttúrulega fjölskyldan og náttúran og svona stundum. Náttúran getur verið ansi hörð hérna á Íslandi en Ísland alltaf heima og ég er ennþá íslensku ríkisborgari og allt það sko. En svo á ég náttúrulega líka bara tengslanet í Danmörku og syni mínir sem eru þar sem eru með vini og allt það sko. Og mjög margt skemmtilegt og gott í Danmörku og við lifum bara vel þar. Ertu að hugsa þetta allt saman á dönsku eða ertu ennþá hugsandi á íslensku? Ég er ennþá hugsandi á íslensku held ég. Þá inn á milli að þá komið smá danska og það stendur sjálfan sig að blóta á dönsku, mjög fyndið sko. Þegar það kom fyrst, alltaf meira og meira. Hvernig er að vinna í Danmörku versus á Íslandi? Það er mun afslappara og ég myndi segja að það var svolítið meira fjölskylduvænna og allavega það sem ég upplagði í byrjun sko. Það var mjög hratt og svona busy umhverfi hérna á Íslandi og til dæmis var bara þegar ég var í vinnunni í fyrstu ölsugustunum ég fekk vinni og bara bankaði öxlunum, ertu ekki að fara heim, skilur? Þú veist, klukkan var þetta, þú ert búinn í dag, sko. Og, nei, bara heim með þig. Þannig að það er mjög miklu afslag bara umhverfið þar, finnst mér. Hvar ertu í Danmörku? Hvar býrðu? Ég er í Odense, í miðju Danmörku, á Fjóni, svona aðeins fyrir utan og Mikið íslendinga samfélag? Já, ég er í svona hálfgerðu ísgettói það sem ég bý. Það er mjög mikið af Íslendingum sem búið í þessu hverfi, fullt af fólki sem kemur að læra í Odense og þegar þú þekkir einhvern fyrir þá svona bendir, hérna er notalegt og fjölskylduvænt og að gera svona meira fjölskyldunar sem er í því hverfi sem ég er í og unga fólki er í eitthvað annað stærri bænum að skemmta sér. Þannig að, og víðar í öðrum bæjarfélögum í Danmörku er oft Íslendingar sem svona hópa sig saman og við höfum svolítið síðan en við höfum alltaf haldið svona klakamót í fótbolta. Það sem bæjarnir keppa móti í hverjum öðrum sko og það svona sjömannabolti. Það hafi alltaf verið rosalega gaman. Við heldum svolítið saman inn á milli.
4 smáhús verða tekin í notkun á næstunni við Hákotsstanga í Innri Njarðvík. Húsin eru nánast tilbúin og munu nýtast þeim sem eru með miklar og flóknar þjónustuþarfir og eru án heimilis sem stendur og því í brýnni þörf fyrir úrlausn í húsnæðismálum sínum. Smáhúsin eru nauðsynleg viðbót í fjölbreytta flóru þjónustu velferðarsviðs Reykjanesbæjar, enda eru á annan tug íbúa í brýnni þörf fyrir þessa tegund búsetu. 3 hús eru nú þegar í útleigu fyrir íbúa Reykjanesbæjar og hafa nýst þeim íbúum vel. Nú verið að taka næsta skref í þróun þessara velferðarþjónustu og samhliða hefur verið farið í markvisst starf stefnu í þjónustu við einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Velferðarsvið og umhverfissvið hafa unnið að uppbyggingu verkefnisins í náinni samvinnu og eru húsin nú að verða tilbúin fyrir úthlutun til væntanlegra íbúa. Undirbúningur fyrir úthlutun húsana og væntanlegrar þjónustu fyrir nýja íbúa þeirra unnin í samvinnu virkni og ráðgjafarteymis, heima- og stuðningsþjónustuteymis og bjargarinnar, geðræktamiðstöðvar Suðurnesja. Þeir sem munu koma og flytja inn í þessi hús, það eru íbúar okkar sem búa við miklar og flóknar þjónustuþarfir og þurfa á svona sérstöku bústúrræði að halda á. Þannig að við erum mjög stolt af því að opna þetta hérna í dag og bæta við fjölbreytta flóru velferðarþjónustu í Reykjanesbæ. Já. Og það eru fleiri en Reykjanesbær sem koma að þessu verki, eða hvernig það? Reykjanesbær kemur að uppbyggingu þessara smáhúsa og velferðssvið og umhverfissvið hafa unnið náið saman að undirbúningi þessara húsa. Við erum í samstarfi nokkur og við þjónustum þennan hóp ekki einn. Þannig að Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hérna með okkur og í góðu samstarfi. Reykjanesapótek, lögreglan og frú Ragnheiður hjá Rauða krossinum. Það er þjónustahópinn líka. Og þetta eru 4 smáhúsi hérna og eru fleiri í notkun annars staðar? Já, við erum með 3 smáhús í notkun núna á sveitarfélaginu og þetta er viðbót við þá. Það eru 4 sem við erum að opna núna og svo er áætlað að það verði enn frekari þróun í þessa átt í okkar þjónustu. Já. Við sjáum að það er þörf fyrir þess konar búsetu hér í Reykjanesbæ. Það er þörf fyrir þetta og hafa þessi hús sem eru þegar í notkun reynst vel? Já, þau hafa reynst mjög vel. Þetta skiptir máli fyrir þennan hóp íbúa sem að þetta er mjög oft fólk sem er ekki með húsaskjól sem stendur þegar áður en það flytur inn í þessi hús og má segja bara að því miður þá erum við með þann hóp í sveitarfélaginu. Björn, þú kemur frá Reykjanesapóteki. Já. Hver er ykkar að koma hérna að þessu verkefni? Sko, við erum búin að vera að vinna alls konar svona skaðaminnkandi verkefni í gegnum tíðina. Byrjuðum í rauninni á fullu 2022, bæði með lyfjastoð þar sem vorum að taka fyrir svona viðtalsmeðferðir við fólk sem er að taka lyf, hjálpa þeim að finna út úr því hvort að lyfin sé að passa, hvort þessi rétt tekin og svona og hvort þessi einhverja skarnar milli lyfja með það markmið að reyna að bæta meðferðarheldni og svona draga úr skaðsemi lyfja. Og í kjölfarið á því að þá fórum við í samstarf við fyrirtæki sem heitir Prescribe í að aðstoða fólk við að hætta á lyfjum sem voru ávanabindandi lyfjum sem var kannski tók einhvern tímann út af, þú veist, bara mjög oft er þetta lendir kannski slys eða eitthvað og svo viltu hætta en það er ekkert auðvelt að hætta og Prescribe þróaði þessa staðferð sem gerir fólki auðveldra með það að trappa lyfin niður hægt og rólega. Í framhaldi af því þá fórum við líka að skoða svona viðhald, það sem heitir viðhaldsskammtar á lyfjum og það er rauninni fyrir fólk sem er kannski búin að vera í til dæmis neyslu eða eitthvað og vill svona minnst að kosti draga úr því og reyna að stýra því inn á einhverja leið sem er auðveldra að vinna með. Það er náttúrulega velur sér enginn að verða fíkill. Þetta er náttúrulega líffræðilegt fyrirbæri sem er erfitt að vinna með og það sem gerist náttúrulega líka þegar fólk er á við svona fíkni vanda að stríða að það besta leiðin til að ná svona annarkvort að vinna sig úr því eða allavega að draga úr því að það er að grunnurinn sé í lagi. Og þess vegna er svona verkefni, til þess að svona húsnæðis aðstoð fyrir fólk, alveg bara risastórt skref til þess að aðstoða fólk við að annarkvort að draga úr neyslu eða jafnvel með tímanum að ná að hættinni.
Umleiðu þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna aðra að miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út blaðið okkar í hverri viku, því dreift á 30 stöðum á Suðurnesjum og 4 á höfuðborgarsvæðinu. Meðal annars fyrir Grindvíkingana sem eru fluttir. En við erum líka að skrifa nýtt efni á vefinn alla daga, ýmiss konar fróðuleg umfjöllun og nýjar fréttir. Og þá eru fréttir á kylfingur.is. Við þiggjum góðar ábendingar í alla okkar miðla. Þannig að endilega senda okkur hugmyndar á vaff hjá vaff.is. Við þakkum fyrir að sinni, sjáum síðar, verið sæl.